Góðan daginn, kæru vinir, og við bjóðum ykkur velkomin. Ætli við segjum ekki eins og eitt stykki starfssögu núna, hugsa það. Og ég reikna með því að við verðum fyrir austan í Neskaupstað. Þannig auðvitað fékk maður ýmsa reynslu og vann við ýmislegt, eða mest fiskvinnslu auðvitað, en svo sem komum við það áður og reynda víðar, og ætla mér að hafa nú ekki fengið svona mestu reynsluna af þeirri vinnu í þeirri deild, ég hugsa það. Þar gríðarlega mikið framleitt af fiski og unnið í alls konar pakningar og verkað á ýmsan hátt á svæðinu. Þetta hét Síldarvinnslan þá, en hún heiti nú ennþá Síldarvinnslan eða ekki, en það eru kannski konir aðrir eigendur, en þegar ég þarna þá voru bara fyrirtæki í Neskaupstað og þar sem það stofnað og togararnir, togararnir allavega, eru í eigu fyrirtækisins og engar annara, og eins og fór þetta allt saman að samennast meira og Síldarvinnslan rann inn í það kerfi, og svo sem ekkert það að segja, þetta bara þróun og við getum vist óskum lítið spint á móti þróuninni. En þarna var ég sem sagt við að salta fisk mest og pakka fisk og gera að fisk og fletja fisk og grunnsalta og svo salta og umstafla og allt það sem gert við saltfisk, og þarna voru auðvitað nokkrir matsmenn, og þegar var verið að pakka þá var fiskurinn leið metinn og matsmennirnir sett hann í flokka 1, 2 og 3 eða hvernig sem það var, og ég man ekki hvort að þeir stöfluðu í einhverja stæður sem þeir sem sett í kassan vissu í hvaða kassa hver flokkur átti að fara. Ég minni það nú verið þannig, en matsmennirnir þeir sáu alveg að greina gæði fisksins og voru þjálfaðir og menntaðir til þess að gera þá vinnu. Þannig að matsmaður, saltfiskmatsmaður, var eitt starfið í saltfiskverkuninni, og þessir menn sem sagt sáu þetta, en voru svo bara þess á milli venjulegir starfsmenn verkunarinnar og gengu í öll þau störf sem að verkunin kallaði eftir. Og eitt af því sem það nú verið allur gangur á því reyndar í gegnum árin lengi vel, var þetta nokkuð fastur punktur í fiskverkuninni, en það var þessi ágæta skreiðarverkun. Nígeríumenn voru mjög góðir kaupendur og keyptu megnið af þessari skreið okkar, en ég held nú reyndar að hún hafi nú alltaf farið eitthvað aðeins víðar, og hjallar út all land fullir af hangandi fiski sem sveiflaðist meira til eftir því sem hann var þurrari, og svo gegn þurr þá var hann fisléttur. Hvað ætli sé mikið vatn í svona fiski? Ætli sé ekki 70–80%. Allavega þyngdarmunurinn nokkur þegar menn hengja fiskinu upp úr verkuninni, og svo þegar þeir taka hann aftur niður gegn þurran, þá þetta nú orðið bara eins og, ég veit ekki hvað hann þungur, 2 stykki þung, það kannski kíló, ég veit það ekki. Allavega þyngdarmunurinn verulegur. Ég held nú reyndar að í upphenginguna hafi verið svona talið betra að vera með vissa stærð, ákveðin stærð, annars var þetta öll lengd á fiski, hún var bara eins og gekk og gerð, en ég held samt að það hefði verið svona, menn hafi viljað frekar hafa ákveðnar stærðir í þessari skreiðarverkun, því að
skreiðarverkun, hún þarf að takast vel eins og öll önnur verkun og það ekkert sama hvernig það gert. Skreiðarverkun eins og þetta var hérna í gamla daga á þessum árum, já þá 92, 3, 4, 5 eitthvað svoleiðis og þá fór þetta allt meira og minna eftir veðri og vindum og ef það var hagstætt veður þá fengu menn góða uppskeru. Ef veðrin voru válynd og alls konar í gangi þar þá gekk verkunin, skreiðarverkunin bara allavega. En eins og við allt annað þá var ákveðið lag sem þurfti að vinna við þessa skreiðarverkun og við vorum með allt þetta lag sem þurfti þarna í síldarvinnslunni og ég man eftir því að voru gerðir svona litli spottar, hringir. Allir hafi ekki verið svona, já, nokkri sentimetrar og þetta var bundið með ákveðnum hætti og búið til einhver kássa af þessum spottum sem var svo farið í að nota þegar átti að fara að hengja upp. Ég var með í því að hengja upp þarna fyrir austan, allavega 2 eða 3, ekki neitt rosalegt magn, en þeir áttu trönur þarna út í sveitinni. Það voru svona svolitlar trönur sem að ég var með í að fylla alveg minnst 2 og með því að það heitir að seila. Þú stingur sporðunum á fiskinum saman inn í þessa spotta sem búið er að búa til og svo snýrðu hring og þá hanga þeir saman. Já, og þannig er þetta sett í kar, þetta fer nú allt í kör í dag og svo þegar það var orðið fullt og komið nóg til þess að panta bíl, þá var vörubíll pantaður og einhverjir sendir með bílnum til þess að hengja fiskin upp og lenti maður í því, já, alveg til jafnsi hvert sem var. Og ég man eftir því það var þarna einn starfsmaður okkar og sinnti vélgæslu eitthvað þarna hjá okkur. Mér minnir að hann hafi verið ökumaður vörubílsins, ég man ekki af hverju það var, en hvort að síldarvinnslan átti vörubíl, ég man það bara ekki. Það getur alveg vel verið að hún hafi átt sjálf vörubíl, en ég man allavega að hann var ökumaður. Og ég þarna með ásamt 4 ungum ferskum strákum, skólastrákur sem voru þarna yfir sumarið og ég fer upp á pallinn og þeir líka og allt í einu heyri ég að bílstjórinn segir, og svona gamalsamur kall, að hvað er að láta gamla mannin príla þetta maður? Það var ég. Þetta var svona fyndið. Þá var ég hvað? Ég var nú svolítið yngri en ég var þá, þetta er svo langt síðan. Ég hef verið, já, milli 40 og 50. Ekki beint gamall maður, en kannski í augum strákana var maður nú bara kall. En ég man alltaf þessu, hann sagði þetta og hvað er það að láta gamla manni príla þetta upp í sperrunum? Ég var bara gaman að gera þetta og gerði þetta og kláraði bara upphenginguna eins og vera bara og svo fórum við tilbaka og þá var kannski komin önnur ferð og ef svo var ekki þá tók maður bara þátt í að seila þennan ágæta fisk. Þannig að þetta var svona sín reynsla og þetta var svona eitt af því sem var verið að gera og þetta var mjög algengt og miklu algengara en í dag. En ég reyndar held nú að skreiðarþurrkun fari ekki fram í hjöllum. En það getur samt vel verið að það sé, en ég veit að talsvert er hún þurrkuð bara inn í húsum. Og var ekki verið að kvarta undan lykt af svona verkun þarna á Akranesi. Eða var það hausaverkun, það er sama, þetta er náttúrulega bara fiskur sem verið að þurrka. Jú, það var nú hausaverkun það. Þannig að allt kemur nú af þessu lykt og ef það er eitthvað annað en vellyktandi þá er kvartað í dag. Þetta var bara fylgdi lífinu hér
áður fyrr, þegar ég var krakki, þá var enginn að amast neitt yfir þó að vera ykkur lykt. Ég man eftir því, jú, það var nú reyndar amast yfir því, en svona það var ekkert gert í málinu þegar við vorum í Hafnarfirði og lýs og mjöl var að bræða, og þá náttúrulega ef það var þannig átt þá bara lagði vindinn, lagði reykinn yfir bæinn og það fór ekkert fram hjá neinum hvaðan þessi lykt var komin. Nú var nú ekkert góð, en þetta var nú samt svona, og það var þetta áratugum saman lýsu og mjöl staðsett í Hafnarfirði og að bræða fisk, og svo ef þeir voru að bræða gamlan fisk eins og gat verið, að þá bara var lyktin ekkert sérstaklega góð. En það var ekkert verið að kvarta neitt, já, það var náttúrulega verið að kvarta yfir þess og væli yfir þess, en það var ekkert gert í því. Vegna þess að bara svona var tíðarandinn þá. En við erum það sérstaklega þarna í að hengja upp, búa til skreið, og það fer nokkur, ég man nú ekki hvort að við fylltum alveg trönurnar en hjallana, en það var ekki held ég mikið pláss eftir þegar upphengingunni lauk, og svo tók bara sumarið við og fiskurinn var látin bara hanga, og það var bara eitthvað sem fór og fylgdist með hvernig gengi og hvernig, í hvaða ástandi fiskurinn væri. Og ég man eftir því þetta var svona tilbreyting frá hinu verkinu, og mér finnst alltaf gaman að takast á við eitthvað annað en maður gerir alltaf. Og þetta var svona uppbrot og það, og setti svona nýtt líf svolítið í liðið, og þetta var ekkert neitt bara sama, við vorum náttúrulega bara á okkur launum, þetta var ekkert að gefa neitt meira. En svo sem sagt hvenær tókum við þetta niður. Það lítur að hafa verið svona þegar nærtur og haustinu. Það lítur að hafa verið áður en að síldarvertíðin byrja, alltaf ekki verið svona í ágúst eða september, byrjun september. Og þá förum við aðra ferðarna upp yfir, þá voru nú fleiri. Og það pantaður vörubíll, og við förum hann að spotta upp í hjallana og tínum af stöngunum, af ránum, og hendum því niður á bíl, og svo við farið með, þegar komst ekki meira á bílinn, á vissan stað í skemmu sem að reyndar síldarvinnslan átti ekki en fékk afnot af í þessu tilviki, og það var í skemmu sem var í einhver starfsemi en var ekki lengur, og húsið stóð bara autt og ónotað, og þeir fá þarna afnot af þessari skemmu, og við svona bara henduð því þar inn, og ég held að það hefði þótt ágætt að láta skreiðina standa smá tíma áður en henni var pakkað, og við tæmum hjallana, og það vænn haugur af skreið inn í skemmunni þegar öllu lokið og öllu lokað, og það var náttúrulega til, þetta sett utan þetta svona strigaefni, poki, bara sem lagaðir eftir svona ferkantaðir pakkar, þessi skreiðarpakkar, þú kannski mannst eftir þeim, og það var eins þarna. Það var bundið utan pakninguna, það var búið að pressa hana vír og á tveim stöðum, og með ákveðinni græi sem var bara handstýrt, og ef ég man þetta rétt þá var þetta bara, minni það að verið bara strekt með einhverju armi þarna, og svo var klift. Það getur vel verið að það hafi verið eitthvað vél sem gerði þetta, ég man það bara ekki, en allavega veit ég að hitt til, og þetta bæði reynda til. Og svo voru það ákveðnir menn sem settu strigan utanum og saumuðu á endan. Þeir voru klárir þessu poka sem sagt, þetta var svona ferningspoki eins og vorum að tala áðan, og hann var með botni, ásaumuðum botni, en svo var þarna smá pjalla eftir sem fór ofan og lokaði pokanum, strigapokanum, og þessa pjöllu var að sauma á 4 vegu með bara sérstakari aðferð,
og það var bara einhvers settur í það og þannig urðu baggarnir fleiri og þetta var bara skemmtilegt að vera við þetta. Þetta var svona, eins og ég segi, þetta var svona aðeins öðruvísi vinna heldur en við svona alla jafna vorum að vinna. Þegar vorum að vinna í þessu saltfiski, vorum mest í því eins og já, þeir þekkja sem voru þarna. Þetta var mest saltfiskur. En síldarvinnsla þegar hún var á haustin en bara tímabundið. En þetta var sem sagt, þarna voru við í skreið og þannig að maður svona getur státað að því að hafa tekið þátt í þeirri vinnu. Þetta var svona aðeins öðruvísi. Það þurfti að handera þetta aðeins öðruvísi, alveg frá grunni. Það þurfti að byrja á því að þetta hausa fiskinn og ég man ekki hvað varð hausana, hvort við, já allavega unnu við og ekki neitt, en hvort þeim var bara hent eða hvort þeir fóru í þurrkun. Ég bara veit það ekki, man það ekki. Nema hvaða, við erum þarna upp í þessari ágætu skemmu, rétt þarna hjá þar sem við vorum og erum að vinna þessa vinnu. Og það tók okkur einhverja daga, kannski á aðra viku, því að þetta voru það mikið. Og þetta var bara ein pressa og þannig að þetta var svona ekkert rosalega fljótgert, en samt og fljótvirk pressan, bara eins og gengur með pressu en eitt verkfæri. Það náttúrulega afkasta minna heldur en 2, 3, 4. Þannig að afkostin ráðast svo lítið af vélarmagni sem verið að nota. En þetta var unnið svona. Þetta var pressað saman, það var staplað, bara handstaplað í pressuna og svo þegar menn töldu, hvort það var eitthvað vikt, það getur verið að þetta hafi verið viktað. Jú, kannski var þetta viktað áður en ég man ekki að það lítur eiginlega að hafa verið viktað. Og allavega þegar bunkinn orðið nógu stór, þarna í þessari pressu þá var hún sett á stað og hún pressaði þetta saman og slegin utan það vír á 2 stöðum, eða 3, allavega 2 stöðum, kannski 3. Og svo sem sagt henni slakað niður pressunni og þetta opnast og þá sem sagt eitthvað klár með hennar strjápoka og þurrfiskurinn settur í pokan. Það var ekkert mál að setja fiskinn í pokan. Og svo var gengið frá, eins og vorum að tala saumað fyrir og bretti, þetta er allt á brettum og brettið, sem sagt pakkinn settur á bretti og svo þegar það var komið nóg á brettið þá var liftari á staðnum sem ók honum til hliðar allavega eða hvort hann fór með hann beint upp á bíl fyrir utan, ég man það ekki, en allavega þá fór hann með það til hliðar og það var bara haldið áfram með þetta og bara verkið unnið til enda. Hvenær þetta fór í skip man ég ekki, en það hlýtur að hafa verið búið að selja þetta. Ég trúi nú allar menn hafa nú farið að ráðast í að vinna eitthvað sem ekki var búið að selja. En þetta var skreiðarvinnan sem maður tók þátt í og eins og ég var líka að tala og þú eflaust manst eftir sem ert á svipuðu reiki og ég, að talsverð skreiðarvinnsla fór fram í þessu landi. Í kringu 1960 til að mynda, þá bara töluvert að menn sé að verka fisk á hjöllum í skreið. Og margir muna eftir Nígeríu markaði, hann var gríðarlega stór. En svo held ég að hrundi hann, þetta var svo eitthvað svona stjórnarfarið þarna var svona ekkert í lagi og sem að endanum þetta hrinti öllum koll þar í landi og þannig að sámarkaður ekki lengur eins öflugur og hann var en ég held að þeir séu nú alveg tilbúnir til þess að fá sér skreiði út í það farið. Það verður að vera einhver markaður og það þarf að vera hægt að borga einhver ákveðin verð til að menn
standi í að framleiða þetta, því að þetta allt saman eitthvað sem þarf að gera og þarf að vinna en vinnan út af fyrir sig við þetta, hún bara, það ágætis vinna. Já, við þurftum eins og vorum að tala á það, þá seiluðu við hann, það heitir það, við vorum að tala spotta og sporðarnir fóru í gegnum þessa spott og svo snúinn hálfringur og þá var fiskurinn bara kjur og fastur og fór ekki neitt. Það var ekki mikið það að fiskur dytti úr þessum spotta, en þetta kom fyrir að fiskur bara sveiflaðist af ránni ef það kom ykkur vindur þannig séð, en ég held að það nú verið frekar fátítt að fiskur rynni úr spottanum. Ef hann lá á jörðinni þá var það frekar það að hann hafi bara sveiflast í vindi yfir rána og dottið þannig niður, þannig að það gat alveg gerst og gerðist auðvitað alltaf annað veifið og sem á vera ástæðan fyrir að menn urðu auðvitað að kíkja á svæðið annars slagið og líka ef að fiskur hafði runnið of mikið saman þá þurfti að ýta honum í sundur. Það þurfti að vera ákveðið bil á milli fisksins sem að loft leikið til þess að hann þornaði bara rétt og eins og á að þurrka fisk. En sem sagt að þegar við vorum að hengja hann upp þá tók hann nú svolítið í, en þegar við fórum í að taka hann niður þá var annað að ræða. Gegnþurr fiskur, þorskur þó stór sé, hann hefur ekki mikla vigt, hver fiskur. En eins og ég segi, þá veit ég ekki hver staðan í þessum fiskþurrkunarmálum í dag. Þú sér nú ekki, til að mynda hér á Reykjavíkursvæðinu ekki mikið marga fiskhjalla. Í Hafnarfirði voru í hrauninu, ef þú fer til Krýsuvíkur, þar á vinstri hönd voru hjallar og þar var oft hengt upp fiskur. Hvort það ennþá þannig veit ég ekki, en ég efast að svo sé, en það getur samt vel verið. En ég held að það sem þurrkað sé þurrkað bara í ofnum heim í húsum, inn í húsum. Sjálfsagt þetta eitthvað vandamál með þessa hjalla, þetta voru nú svo sem ekki neitt augnaeyndi, en svona voru bara tímarnir þá. Menn bara lítið á þetta sem atvinnu tækifæri og fiskurinn var verðmæti. Þá þurfti að sumt af fiskinum fór í skreið og við höfðum ekkert annað en bara úti til að búa til þessa skreið vegna þess að það var markaður fyrir þetta, ekki innanlands, en það var markaður fyrir þetta víða erlendi. En það voru fleiri lönd sem keyptu skreið, en Nígeríumenn þeirra stærstir. Já, þetta var svona þarna á þessum tíma. Man ekki hvort að þetta, á meðan ég þar, gekk í tvö vor. Mér minni við nú verið í þessu að seila fiskinn, að vorlagi, já það lítur eiginlega að vera. Ég held allavega að við höfum verið í 2 vor við það verk sem að þýddi það að þetta var hengt upp á þessa hjalla sem að síldarvinnslan átti og á sennilega enn, eða ég veit ekki hvernig það eða allavega átti þá og hafði rekið þar í áratugi eftir því sem ég best veit. Þannig að þetta voru bara ágættir tímar, ágætt að vera við þetta á þessum árum. Svona svo ég haldi aðeins áfram með veru mína og starf austur í Neskaupstað. Það orðin allmörg ár síðan að þetta allt saman var og tíminn líður og hér ég komin á mín ellilaun í dag og hef það bara ágætt þar og státa af þessum ennþá. Gef mig ekkert með það get ég lofað þér. En ég lofa minn Drottinn þrátt fyrir það. Hann mín ær og kýr og verður það áfram. Við segjum þetta gott og við sjáum til eins og ég
enda alltaf eins, að við sjáum til svona í hvaða átt við förum með þetta. En á einhverju staðu þetta líkur, en ég held að sé ekki alveg komið að því.